Það að vera jákvæður lykilatriði til þess að standa sig vel, hvort sem það sé bara í áhugamálastarfi, íþróttum, tónlist eða hvað sem maður tekur sér fyrir. Ástæðan fyrir því að ég í öllu þessu sem ég að gera vegna þess að þetta styrkir hvert annað á alla staði. Það að vera aktífur, vera í líkamlegu góðu formi, að fara erlendis, keppa erlendis, kynnast öðru fólki, æfa, það gefur, vera að hitta einstaklingar sem að keppast við það sama og maður sjálfur sjá hvað þau að gera, hvernig þau hugsa, læra af öðrum. Við pabbi gerum rosalega mikið saman. Við erum í alveg rúma 4 tíma á dag eða meira, hvort sem að sé þá bara í rektinni þar sem hann sér styrktarþjálfun eða á sundagöngum þegar hann að hlaupa á milli bakkana. Auk þess þá erum við náttúrulega bara rosalega góðir vinir. Fyrir 3 árum þá var ég að synda á æfingu með froskalappir og flugsund og sá ekki vegginn og fór bara með andlitið beint í hann með þeim afleiðingum að nefið mitt brotnaði. En eftir þetta slys þá ákváðum við að byrja að nota bankara út af því að sjónin mín fer versnandi, sem þýðir það að það einstaklingur sem hleypur á milli bakkana til þess að slá mig í hausinn, til þess að gefa mér merki um það hvenær ég á að snúa. Þetta í rauninni bara málið og síðan auðvitað Tókíó 2020 sem verður magnað ef við kemst þangað.